Sunnan vindur, svaraðu mér, segðu mér hvaðan þú kemur og fer. Taktu mig með, ég hverfa við hérlan, hvíslaði eyra mér og svið á meðan. Vindur, hvar hún nú? Hvar hún stúlkan sem var mér svo trú? Viltu finna hana fyrir mig? Sunnan vindur, ég elti þig. Guðmundur Oddur, þú ert brottfluttur Akureyringur. Jú, ég sem sagt fæddur á baðinu á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri á sjómannadaginn 5. júní 1955. Þannig að ég næ að vera 50s fram að 5 ára aldri. Ég á alla mín æsku á Ytri-brekkunni í Þórunnarstræti 118 og sem var þá bara botlangi eða náði niður að Björkastíg og neðsta húsið var það sem hann átti heima, hann Jón Hafsteinn, stærðfræðikennari við Menntaskólann. Og mínir vinir í æsku voru sko á móti mér átti heima hann Gunsi Friðriks sem núna læknir á Akureyri og Jón Ingvar, sonur Jóns Hafsteins, var hinn aðalvinur minn. Jón Ingvar og Gunni Friðriks voru mínir nánustu vinir í barnæsku í sem sagt þegar maður byrjar að eignast vini hvað sem það er, 3, 4, 5 ára gamall. Svo flytur reyndar Gunsi aðeins upp í Ásveg og þá kemur Andrés Magnúsar Ásmundssonar, læknir líka og líka á efri hæðinni í Þórunnarstræti 113 var Þóra Ákadóttir sem var fyrrverandi forseti bæjarstjórnar á Akureyri. Hún var ein af leikfélögum mínum og var í öskudagsliði með mér ásamt Hrefnu Frímann, dóttir Guðmundar Frímanns skálds og rithöfundar sem átti heima Ská á móti okkur og sem sagt þetta og svo teygði þetta sig meira niður á túnið fyrir neðan Helga Marastræti á milli Munka og Þörastrætis, Hamastígs, Bjarkastígs og Helga Marastræti er svona tún eða klettur þar sem er fótboltavöllur. Og maður kynntist mest fólki sko úr Helga Marastrætinu, Magga Vest og Árna, hann var kallar Árni Rotta og Halli Glomm og fleiri og Jobbi, lið niður í Hlíðagötu og Hamastíg, Þráinn og fleira lið sko. Þetta menn svona sem þegar maður byrjar að spila fótbolta og leika sér með stóru strákunum og já, sem sagt þetta svona æskustöðvarnar eru þarna Ytri-brekkan og Akureyri sem þýddi það að maður var fæddur inn í KA. Þýddi ekkert annað, Þórsararnir voru bara niður á Eyri eða út í þorpi. Og við vorum, og ég náttúrulega svo sem náði engum árangur í fótbolta sko og hætti nú fljótt heim ferli, sennilega í 7., 7., 8. flokk, komst aldrei lengra. En ég fór í Barnaskóla Íslands og fyrst með Indriða Úlfsson sem seinna var skólastjóri Glerárskóla. Hann er minn fyrsti barnakennari, svo Kristín Aðalsteinsdóttir sem kennir mér frá 5. og 7. bekk, kennir hún mér sko. Og hafði djúp áhrif á mig hún Kristín sem núna er lektor við Háskólann á Akureyri. Hvernig þá? Já, hún var svo mikill boðberi nýrra vinda. Maður kom inn í barnaskóla Akureyrar sem var svona nánast bara með kennaraliði frá seinni heimsstyrjöldinni. Og þetta var Hannes Ekki eins og stofnun. Já, heldur betur sko, mjög gamaldags og stíf með bænahaldi á mánudögum og morgunsöng og jafna bílinn í raðir fyrir utan tröppurnar og það er erfitt fyrir þig? Já, ég segi þannig kannski ekki svo sko, en sko, maður vandist líka fljótt á Tryggva Þorsteinsson. Tryggvi tók svo við og ég var svo ylfingur og skáti og kynntist Tryggva mjög vel. En Kristín hafði þessi djúpu áhrif því að hún var svona 60s kona sko með ferska vinda, stofnaði náttúrugripasafn inn í bekknum, gáðum út bekkjablað og gerðum svona hópverkefni og fullt af hlutum sem voru alveg splungu nýjar á þessum tíma og þar með talið að láta okkur teikna stór spjöld, ég og Sigurjón Hauksson sem býr núna fyrir austan sko. Sigurjón var alltaf miklu betri teiknari en ég og var alveg superséni bara frá barnsaldri. Og við verðum báðir skátar, stigum ekki saman og ég verð fljótt ritari í skátaflokkunum í 3. sveit, 3. flokki og var niður á Gunnarshólma á fundum
niður á Eyri og en sko að vera ritari í skátaflokk á þessum tíma var eiginlega upphafið af ferli mínum sem grafískum hönnuði. Því maður þurfti að gera svona fyrirsagnir og skreita og gera flokksveifur og dót og þannig fór maður inn í svona merkjamál. Allt handteiknað. Já, allt handteiknað og svona sko. Þannig að ég lít svo oft á að ég hafi sko, svona mjór mikils vísir og maður hafi orðið það sem maður varð. Þarna var lagður grunnurinn að þessu sko. Þegar maður var unglingur, þá var það baráttumál. Það var bara fjöldahreyfing í Gagganum að stofna fyrstu félagsmiðstöðina, Dynheima. Þetta var ekki til, það var engin aðstæða fyrir unglinga sko og við gengum í kröfugöngu, við héldum fundi í Gagganum og þarna voru fremstir í flokki Ómar Einarsson sem var svo seinna æskulýðs og svona hjá ITR í Reykjavík sko, fóringi hjá ITR og Haraldur Hansen, þeir tveir voru kapparnir í að koma þessu Dynheimum á legg. Æskulýðsfrömuður í Reykjavík sem sagt var orðinn æskulýðsfrömuður bara í gagnfræðaskóla Akureyri. Með að stofna félagsmiðstöð. Já, og meira segja sko, eins og ég núna til dæmis, núna ég prófessor í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands, en þarna byrjaði ég í skátarhreyfingunni minn feril og að myndskreyta Dynheima. Það er að segja að við settum stóra veggmyndir á veggina og þannig ég strax komin í svona jobb að gera grafík á veggi og hvenær þetta svona? Þetta er kringum 1970, þetta er svona 69-70. Ég er 14 ára, 1970 er ég 15 ára. Og við segjum stundum sko að sko, það verða miklar svona stúdentaóeirðir og hipparhreyfingin er að verða til 68 í Evrópu, 1970 í Reykjavík og 72 á Akureyri. Þetta tók svona tíma að hreyfast, sko, fyrstu hippana sér maður ekki fyrir svona 71-2 á Akureyri og maður þá þeir búin að vera til í Evrópu í einhver 5-6 ár. Já, þetta tók svona aðeins meiri tíma fyrir hugmyndir megin svona tíðarandan að hreyfast sko. Og þarna, í Gagganum kannski byrja maður aðeins að fá sítt hár og verður svona ekta 70s raunverulega hippi á þessum tíma. Og það fer með hár alveg hreint niður fyrir, sko, langt niður fyrir axlir, mjög sítt hár og með hippalegur gengur í smekkbuxum með einhverja rós í byssuhólk hálsinn og áttu myndir af þér frá þessum tíma? Já, ég er nú hræddur um það, sko. En hvað það, sko, að þetta er svona, aðdragandinn að því að fara í, maður tekur landspróf á þessum tíma, sko, og fer í menntaskólann á Akureyri. Þar er ég í 3 ár, minnstakosti 3-4 ár, án þess að komast upp úr fyrsta bekknum. Já, ok. Þarna á þessum tíma sko, þá verður bæði sko, félagslífið talsvert mikilvægara heldur en skólinn. Og maður er genginn í svokallaða Víetnam-hreyfingu, Cellu 6, sem hélt fundir niður á Strandgötu og maður gengur svo í KSML, Kommúnistasamtökin marxista-leninistar á þessum tíma. Hættur í skátunum hana? Já, hættur í skátunum. Og komin bæði í svona moldvörpustarfsemi sem var á móti stríðunni í Víetnam og stemdi að byltingu á Íslandi á þessum tíma, sko. Þetta er árið 72, 73, já, 72, sko. Og svo semst var maður á kafi í félagslífi og alltaf á leiðin eitthvað annað. Byrja 1973 að sækja myndlist- og handíðaskóla Íslands og ég vil meina það sko að sko mikið af mínum félögum og mikið af svona fólki sem ég þekkti á þessum tíma að sko að við vorum öll ofboðslega óþolinmóð að komast í burtu frá Akureyri. Og það er eins og sko að einhvern veginn verður bærinn þegar þú komin á efri táningárin sko og nálgast tvítugt, þá verður bara bærinn allt og lítill. En var þetta norm hjá krökkum á Akureyri? Var þetta ekki frekar þröngur hópur? Jú, en sko eins og við segjum sko, en samt sem áður eins og við myndum segja og maður kannski sjálfhverfa að segja það, en það var alltaf aðalliðið. Það lið sem mann þótti flottasta liðið var svona, skilur við sko, fórum í gærnir. En sko, einhvern tímann á þessum tíma þá förum við til Reykjavíkur að mótmæla. Ég og sumarliði Ísleifsson sem var sonur skógavarðarins í Vaglaskógi. Og þetta var út af því að Pompidou og Nixon héldu fund á Kjarvalsstöðum. Og við ætluðum að sko heldur, og Nixon var sko álitinn vera bara sko ógeðslegasta fyrirbæri af öllum. Út af stríðsrekstri og bara stóð fyrir alltaf versta sem hann gat borið upp á Bandaríkin. Og við sumarliði fórum sem sagt með rútu til Reykjavíkur að mótmæla og vorum með
höfum keypt í kaupfélaginu á Akureyri bæði egg og tómata og vorum með þetta í bakpoka, vorum tilbúnir sko, bakpoka og við komum til Reykjavíkur einhvern tíma seinni partinn þennan dag og vorum skítblankir og erum að ganga frá umferðarmiðstöðinni og ætluðum að ganga í áttina Kjarvalsstöðum, þar sem fundur átti að vera og hlaðinir af eggjum og tómatum. Skotfærum. Og svo löbbum við upp á Miklubraut, þar sem Laufásveg byrjar, þar sem leiðin inn í áttina bandaríska sendiráðinu. Og þá kemur allt í einu bara lest með mótorhjólalöggum og dóti. Og það ekkert með það að við stoppum við stöndum á ljósum á horninu á Laufásveg og Miklubraut. Og það ekkert með það að rétt áður en byggt inn á Laufásveg þá stoppar bifreið forseta Bandaríkjanna 2 metra frá okkur og þar Richard Milhouse Nixon, hann sko innan við 2 metra frá okkur og hann skal ég segja þér, við stöndum þarna og horfumst í augu við þennan djöful. Og náttúrulega frekar óvænt fyrir Akureyringa mjög óvænt, já. Nema hvað, það sem gerist það að Richard Nixon, hann brosir sínu breiðasta framan í okkur. Og hann var svona sólskins bros og hann brosti ofsalega fallega þegar maður fer að sjá hann á myndum og svona. Það var alveg einstakt bros sem Richard hafði, þetta ógeð. Nema að við með bakpokana með tómat og egg úr kaupfélaginu Akureyri stöndum þarna lamaðir og veistu hvað við gerðum? Við brostum á móti. Mótmælendur. Já, mótmælendur. Við gátum ekkert annað gert sko. Vorum alveg stjarfið þetta. Þetta fór nú fljótlega upp og þessu fór nú að fölna á okkur sko mótmælakrafturinn sko. Já. Og við kannski svona 18-19 ára á þessum tíma. Og nema hvað að maður reyndi mikið að koma söður og ég byrja að sækja myndlist- og handíðaskólann 74. Og komst ekki inn fyrir 1976, þá var ég 21 árs gamall. Ég byrjaði í grafík, tek fornámið og var reyndar látið sleppa 1 ár í fornáminu og kem í grafík. En maður fann fljótt inn á það að fjörið á þessum tíma var allt hinum megin við vegginn. Þarna voru sko... Málunar? Nei, það er nýlistadeildin. Nýlistadeildin? Já, og þarna eru sko Dieter Roth að kenna og Robert Fillieu og fleiri svokallaðir fluxuslistamenn sem sko maður fatta allt í einu og þarna var fjörið. Og andinn og þarna var sko greinilega kraumaði allt og sauð á öllu og þarna myndaðist líka barátta við þáverandi skólayfirvöld og maður fer alltaf náttúrulega í uppreisnarhundinn sko. Ég get ekki verið sko í... En kennarar eins og Dieter Roth og svo voru þeir þá ekki í baráttu við skólayfirvöld líka? Nýlistadeildin bara? Jú, gjörsamlega komplett. Já, ok, þannig að það... Já. Og við vorum reknir úr skólanum eftir fyrstu vikuna með Dieter Roth og við fórum bara heim til hans og vorum með restina af kennslunni heima hjá honum upp á Bala í Mosfellssveit. Já. Og svo leituðum mikið á þessum tíma að ógeðslegasta listamanni sem við fyndum í samtímalistinni og spurðum Dieter, þekkirðu þennan? Og þá var það þessi Hermann Nitz sem kom svo árið eftir sem frægur fyrir það að krossfesta nautskrokka og hella innyflum yfir svona gjörningameistari sem hann fætti þess að koma hérna og með honum gerðum við symfóníu í 10 þáttum, tókum upp symfóníu sem var gefin út á 6 LP-plötum í 300 eintökum af Dieter Roth úr flokknum Seltemga hörte músík og margir hlóa svo svona en það er nú ekki langt síðan ég var að skoða sko lista yfir 10 mikilvægustu symfóníu 20. aldarinnar og hún er listuð sem eina af þeim sko. Já. Og þetta kom mér mjög óvart og við vorum öll fólk sem kunni ekkert að spila en það skipti engu máli því að tónlistin var sem kallar atónal, það er engin laglína, heldur bara tónmassar og við lærðum svona stýrikerfi. Spilað á hvað? Á strengjasveit, það var fiðla, selló og bara eins og venjulegri sinfóníuhljómsveit og svo var brass section með Hver skrifaði þetta út? Hann höfundurinn, Nitz, já, allt saman skrifað út og fórum svo með hljómleikaferðalag alla Evrópu og spiluðum í München, Basel, Innsbruck og Vínarborg. Æfðum í höll fyrir utan Vínarborg í eina 10 daga áður en við spiluðum í Vín og þetta var á öllum stöðunum sko, voru allir farnir út áður en tónleikarnir enduðu. Menn endur svona venjulega í svona klukkutíma, tæpan klukkutíma, en tónleikarnir stóðu í 2 tíma og voru allir farnir út í einasti sko. Og hún er í flokki 10 áhrifamestu symfóníu. Já, en það er nú reyndar eðli stórra verka að samtíminn skilur það aldrei sko.
Þetta er 79. 79. Já, og þá kem ég til Akureyrar sko, aftur. Ok. Og þá stofnum við, þá kem ég til Akureyrar sko. Þá fórstu bara heim? Já, bara heim til mamma og pappa. Af hverju? Já, sko, það var nú bara út af því að þegar sko allur grunnurinn fyrir tilveru manns er hrunin, þú ert ekki lengur í skóla. Nei. Og þú ert ekki með próf upp á eitt eða neitt. Nei. Og þá ferðu bara til mamma og pappa sko. Já. Myndirðu segja þetta væri að hrökklaðist heim eða bara svona nefndir ekki? Nei, ég eiginlega hrökklaðist heim, það er eiginlega bara réttara sko. Hvernig tók þá Akureyri á móti þegar þú kemur aftur? Já sko, hann var náttúrulega þekkti besta fólkið eins og maður segir sko. Þetta mínir helstu vinir þarna á þessum tíma voru orðnir Jón Laxdal Halldórsson, Guðbrandur Sigurlaugsson og svo Gísli Ingvars og Rósa Kristín Júlíusdóttir og Nick og Jósteins og Sólveig Hrafns og við stofnum Rauða húsið. Rauða húsið var... Það var Skipagötu, hét Skipagötu 16, það var bara eiginlega það sem núna er sko sundið á milli, kannski var Petromyndir komið og það sem er núna þarna, hvað heitir það? Verkalýðshöllin? Já, Verkalýðshöllin, já, nákvæmlega sko. Hvað var Rauða húsið? Rauða húsið var gamalt skýli sko verkamanna við höfnina, þar sem menn höfðu kaffihús við höfnina, kannski hafði eitthvað lengri sögu sko. Það hafði staðið autt í einhver tíma og við fengum þetta frá bænum nánast með málamyndalegu, stofnuðum gallerí þarna sem var á neðri hæðinni. Smám saman tókum við efri hæðina yfir og þar var svo æfingapláss baraflokksins. Og baraflokkurinn er þarna uppi og þeir verða svo bara partur af þessu Rauða húsævintýri sem stóð yfir í 2,5 ár cirka. Hljómsveitar listakommúna á efri hæð hússins, gallerí niðri. Já. Og þetta sko, náttúrulega sko, voru sumir fastagestir þarna sem voru bara venjulegir Akureyringar sem kom alltaf sko. En þeir voru ekkert margir, kannski 3, 4 eða 5 af venjulegum Akureyringum. En það sem var sko skemmtilega við þetta voru opnanir. Þá kom sko listamenn frá bæði, oftast frá Reykjavík, reyndar sýndu Akureyringar þarna líka, þeir sýndu þarna margir sko. Kristinn G. Jóhannsson sýndi, Rósa Kristín sýndi og ég sýndi og Haraldur Ingi Haraldsson, hann heldur betur partur af þessu líka, má ekki gleyma því. Hann kom reyndar seinna inn í þetta sko og það en sko svo voru þetta svona kennarar mínir eða listamenn sem voru að sýna kannski Reykjavík, sumir heimsfrægir listamenn sem vildu komast út á land. Alison Knowles og Philip Corner, hvort vekja listamannaklíkan hennar Yoko Ono til dæmis í New York. Þetta er allt saman Fluxus og Fluxus hreyfingin. Fluxus-hreyfingin kom í Rauða húsið. Já, heldur betur. Og heldur betur. Og þetta byrjaði með sýningu á Magnúsi Pálssyni sem var aðalkennari minn í nýlistadeildina. Sem var besti, eða svona, sem var kannski íslensku listamaður sem var í mestum tengslum við Dieter Roth og endaði með Jóni Gunnar Árnasyni. Hvernig tóku Akureyringar Rauða húsævintýri? Hafði verið svona gallerí, hvað ég var að segja, á þessum basis í bænum? Þetta var nú svona opnara og kannski... Já, það hefði svo sem ekki verið gallerí í bænum fyrir en gallerí Háhollustofnaður. Og það var Óli G. sem er nýláttinn sko. Og Óli nefnilega, hann má ekki gleyma því sko, hann er sá sem raunverulega stofnar fyrsta alvöru gallerí á Akureyri. Og þetta er sko, maður hafði minnstakosti 3-4 árum á undan áður en Rauða húsið sko, Rauða húsið verður til sko. Rauða húsið var aldrei gert til þess að þjóna sko Akureyringum, þetta var bara gert til þess að þjóna þessari litlu klíku 20-30 mann sem hafði raunverulega áhuga á þessu. Þetta voru svokallaðar nýlistir og það var engin sko grundvöllur fyrir því Akureyri nema þú veist, það voru menn eins og Örn Ingi sem voru að koma svona í kjölfarið af þessu og var bæði búin að vera með performansa og ýmislegt svona sem er skylt þessu öllu saman. En sko þetta er náttúrulega líka var svo sem ekkert auðvelt í Reykjavík heldur. Þetta er hliðstætt við þetta Rauða húsið tengdist fyrir bara með svo gallerí Zoom eða Suðurgötu 7. Þetta er sama sko, hlutfallslega ekkert fleiri sem fóru á sýningar í gallerí Zoom eða Suðurgötu 7 sem seinna verður svo nýlistasafnið. En svo þetta gekk í 2,5 ár sko. Þarna er pönkið náttúrulega. Já sko nýbylgja sko, jú heldur betur sko, það sé á til sko bekkurinn minn í myndlist- og handíðaskólanum sem útskrifast 79, þó ég hef ekki útskrifast formlega. Þurfti þess ekki? Nei, en betur ég fyrir norður til Akureyrar en bekkjafélagi mínir, þeir stofna Brunna BB. Það er minn bekkur
og að sá sem tekur hérna sumarið eftir, sumarið 79, þá byrjað að taka upp kvikmyndirnar Rocky Reykjavík. Sá sem tekur hann, sá sem kvikmyndatökumaður, Ari Kristinsson, hann bekkjarfélagi minn. Hann bekkjarfélagi úr MHÍ. Já, úr MHÍ. Bruni BB, það bara þannig að áhorfendur glöggvi sig aðeins á því, það var hænudrápið í myndinni Rocky Reykjavík. Hænudrápið í myndinni, já. Þannig að þeir voru gjörningalistamenn skapleg hljómsveit. Já, það sem við höfum verið allir saman nýbúin að vera hjá sem Hermanni Nitz í Prinsendorf sem var að krossfesta nauðskrokkana. Þannig við gátum ekki verið minni menn og afhausuðum hænur, skilurðu sko. Þetta allt í sama anda. Svolítið blóð svona. Já, svolítið blóð. Já, þetta allt saman áhrif úr þessu, skilurðu sko. En það vorum við gjörsamlega hátt uppi að hafa kynnt svona forfrömmuðum listamönnum út í Evrópu sem voru þetta djarfir að gera, já. Já, og hérna þið kynntust þeim og þeir tóku ykkur líka. Heldur betur. Heldur betur, já, það var bara mórallinn. Það er mórall. Já, það er maður fattar það, þeir vildu ekki kenna okkur, þeir vildu vinna með okkur. Og maður fattar það svo að allir almennilegi kennarar, það eru kennararnir sem gera þið bara vínum sínum, sko. Það er eina sem þeir geta gert, sko. Þeir setja sig ekki á hærri hest heldur, ná miklu meiri aðgangi að okkur, hafa miklu meiri áhrif ef þetta er bara á vinabassa. Ég kannastu þetta allt saman. Já, svona er þetta, sko. Nú, á þessum tíma þegar ég kem líka til Akureyrar aftur, þá fer ég að kenna út í Glerárskóla hjá Vilberg Alexandersinni, kenni teikningu. Teikningu þar. Já, myndmennt og hérna einn vetur að kenna myndmennt. Og svo er það, svo einhvern veginn er þetta svo oft með Akureyri og fleira að þegar maður er einn af þessu fólki sem getur alltaf verið þarna en saknar alltaf Akureyrar og alltaf jafn hneykslaðar á því þegar búið er að eyðileggja eitthvað eða skemmi eitthvað á Akureyri því að við erum með svo mikla taugar í smáatriðin að við segjum stundum að nú hlýtur þetta að vera breytt eftir 3-3 ára brottför, þetta er orðið miklu betra. Þetta gerjast í áttinni sem ég vil. Já, það sem svona opnast og losnum og... Já, en við sem þekkjum Akureyri, við vitum það sem er engar íkjur að það er tvennt sem er að Akureyri að mínu mati. Að það skal ég segja, annars vegar þessi aðfluttu Þingeyingar. Og ég kann svo opbóðslega vel við svona ekta Akureyringa. Sem hafa raunverulega tilfinningu fyrir þessum fínu atriðum sem eru svo viðkvæm. En svo er þetta svo slæmt þegar, ég man eftir því einhvern tímann hitti ég Rabba Hjaltalín, bæjargjaldkera, og hann fer að benda mér á það, við vorum með sama sinnis, að þetta var orðið svolítið alvarlegt ástand í bæjarstjórn Akureyrar þegar meirihluti bæjarstjórnar var orðnir Þingeyingar. Og svo þegar Akureyri fer að stækka og fleiri úthverfi að koma, þá er þetta mest allt aðflutt fólk úr smáþorpum í kringum Akureyri. Úr sveitinni. Ég er að líða hálf illa hérna á mótið, ég er aðfluttur Bárdælingur eða svona fólk. Já, skilurðu, já. Og fyrir Akureyringa sem líta á Akureyri sem hálf aristókratískan bæ. Sem er að dönskum uppruna með Ráðhústorgið og Ráðhúsplasið og Listigarðin sem botanísk hafu og sem grunninn að borgaralegri menningu á Akureyri með akademíu hins norrlenska skóla sem er náttúrulega sem við sáum öll í sem kastala, menntaskólan á Akureyri, rís upp á hæðinni og öllu því líði sem bæði kendi þarna og hvernig þetta var upphafningin í kringum þetta og hvernig svona eins og við segjum betri stofur á Akureyri og betri Akureyringar að þetta er æðislegt lið í mínum huga og þetta er fólki sem hefur þessa tilfinningu fyrir því hvað þetta er viðkvæmt þetta er svo viðkvæmt svæði það er að segja Akureyrarkirkjan þessa miðjumynd og nú er búið að bjarga gílinu með menningarstarfsemi Andapollurinn og barnaskólinn hvernig þessi miðja er vel staðsett hvernig miðbærin gamli smá saman deyr og er komin út á Glerártorg og svona og til að sinna úthverfaliðinu og því þetta saman og hvernig blóðið er tekið úr þessari viðkvæmu bæjarmynd sem þó er verið að endurreisa sem menn eins og Sigmundur Simmi Einarsson hann veit hvað þetta er Gildi Simmi er ekta Akureyringur og veit hvað er að halda þessu fínu hann kann þetta það sem hann er að gera í París og öllum undirgöngunum allt saman undir þetta er alveg hárrétt svona þetta er partur af heimsmenningu það sem hann er að gera skilurðu þetta er ekki svona kauptúnamórall þetta er stórborgamórall
Og þessi skilji ekki að sko það merkilega við Akureyri stórborgarmórallinn. Þegar hann fær að þrífast og vera til, þá hún æðislegust. En svo koma utanbæjarfíflið, meðaljónarnir, smáborgararnir sem byrja að grafa undan þessu, vilja ekki fá Nýhöfn hérna í miðbæinn. Sko vegna svo vantaði Ráðhústorgið þá þarf hann að fá Nýhöfnina með höfn sem sumir sko kalla því ógeðslega nafni Síki. Það væri svo ofboðslega flott áframhald inn í gamla miðbæinn. Þannig þú aðhyllist á hugmynd alveg. Að sjálfsögðu, hvað að ykkur, skilurðu? Að sjálfsögðu, halda áfram upp skátagilið, skilurðu? Þetta er svo dásamlega tækifæri sem liggja þarna í að halda áfram með sko tröppurnar í Róm, upp spönsku tröppurnar í Róm áfram upp frá Ráðhústorginu. Og hugsaði sko að sjáðu til sko á svo margt fallegt við þessa verðlaunatillögu þegar þetta fólk fór að hatast út í það væri búið að taka græna blettina á Ráðhústorgi. Að hugsaði þegar þessi verðlaunatillaga sett fram, þá verðlaunatillaga sett fram með gulum og rauðum tígulsteinum sem áttu að þekja allt Ráðhústorgið, sama lit og Landsbankahúsið og svona. Svo áttu tröppurnar að halda áfram allt upp skátagilið. Já, það átti að vera fullt af ljósi og baða sig eins og maður væri í suður-evrópskri borg. Hvað gerist? Tæknideild bæjarins með örugglega fjölskipuð þingeyingum ákveður að spara og hafa bara gráar hellur. Skilurðu? Hugmyndin dauð. Allir fara að kalla þetta grábræðratorg eða steinlögð skál, já, bara ónýtt allt saman. Það er búið að eyðileggja hugmyndina út af svokölluðu sparnaði. Og hvaða sparnaður er það þegar öllum líður svo illa yfir þessu mörg áratugina eftir? Engin sérstæð. Nei, þetta sem ég á við með þessari vöntun á tilfinningu fyrir smáatriðum. Einhvern tímann því ég kem frá Kanada 1990 og að skoða með Þresti Ásmundssyni ég að skoða hérna bygginguna sem hérna kemur hérna endan á milli Nýja bíós og Landsbankans. Og hún endar kynningin á því að það kemur svona þrívíddarmynd og það er zoomað upp eftir turninum og endað og zoomað inn á klukku. Og maður hugsaði, vá, auðvitað, okkur vantar svona klukku við Ráðhústorg. Djöfull er flott að hafa svona klukku við Ráðhústorg. Og ég segi við Þröst, það væri eftir öllu að byggja húsið og sleppa klukkunni. Og það er nákvæmlega það sem gerist. Skilur, það er engin klukka við Ráðhústorg, það er bara eitthvað svona maður sér rafleiðslu. Sem hefði getað fengi okkar Big Ben, skilurðu sko. Og þetta er svo gaman sko að fantasíra með Akureyri svona, þetta er svo stór bær með svo ofboðslega stórt hjarta í svo ofboðslega fallegri staðsetningu, það er ekki til fallegra bæjarstæði á Akureyri, svo þarf alltaf að eyðileggja það með svona smáborgara þröngri hugsun sem ég vil kenna við nágranna smábæjar samfélögin í kringum okkur og einhverja meðaljóna sem ættu ekki aldrei að fá að ráða. Mér finnst það skelfilegt slys hvað við kölluðum yfir ykkur í síðustu kosningum að sko þó ég þessi ágætis vinur hans Odds og finnst það fínn náungi en að láta svona fólk ráða, það er bara skelfilegt í mínum huga sko. Við verðum að endurheimta Akureyringar, verða endurheimta Akureyri. Já. Ertu með einhver nöfn á taktinu sem þú vilja sjá bara stjórna þarna? Nei, ég vil bara skoða ættartölu þeirra. Nei, ég vil bara skoða ættartöluna. Skoða ættartölu? Já, og fæðingarvottorðin. Og þá skal ég taka þátt í þessu með ykkur sko. En ég gerði það ekki með þingeyingum, það er alveg á hreinum. Eða skattfyrningum, kemur ekki til greina. Eftir Rauða húsið og kennslunni í Glerárskóla þá finnandi inn á þetta er komið aftur nóg að því að vera hann í billi sko. Og þá fer ég mikið að freista mín sko að fara að læra almennilega og gera það sem ég einhvern veginn sko hafði aldrei gert að læra grafíska hönnun. Ég fór alltaf í nýlisti sko og mér fannst ég svolítið að hafa svikið sjálfa mig því ég ætlaði alltaf að læra grafíska hönnun. Og ég kemst út til Kanada, í Vancouver í Kanada, á vesturströnd Kanada í 4 ár. Og raunverulega læri þar í fyrsta skipti í alvörunni. Þetta er í fyrsta skipti þar sem ég raunverulega lagði mig fram við að læra.
og þetta eini skólinn sem ég útskrifaðist raunverulega í, sko. Já, Emily Carr University of Art and Design heitir hann, á Granville Island í miðborg Vancouver í Kanada. Vancouver á vesturströndinni. Svolítil Akureyri, eða ekki? Jú, í þeim skilningi, sko, þetta næst stærsta borg Kanada og þetta alltaf gott veður eins og Akureyri og þarna svona, þú veist, þetta svona menning á annan hátt heldur en Toronto Reykjavík og Vancouver einmitt fín líkinni við Akureyri, mjög fín. Þetta sko flottasta borgin með þess að þegar Bandaríkjamenn eru spurðir hversi fallegasta borgin í Bandaríkjunum, þá segja það Vancouver. Þeir fatti ekki að það eru landamæri þarna á milli og svona eitthvað. Já, en hvað það sko, að mikið af mínu skólafélögum þegar ég kem svo heim 1990, þá sko mér langaði aldrei að koma heim. Mér leið mjög vel í Vancouver, sko. En ég rann út, það runn út allir ferðavísa, það að segja skólavísa, stúdendavísan rann út og ég fekk að vinna þetta í 1 ár. Þú hefði þurft að falla nokkru sinnum þarna til að geta... Lengur, sko, já. En hvað það? Ég var búinn með þann pakka og ég fer bara aftur til mömmu og pappa, sko. Og Aftur norður? Aftur norður. Og þá voru svo mikið af mínu gömlu skólafélaga mínum orðnir svona áhrifamenn í bæjarstjórn. Og þá byrjað þeir, Tómas Ingi, sem var gamli konrektorinn sem stóð að því að reka mig úr menntaskólanum á sínu tíma. Og Þröstur Ásmundsson, minn besti vinur á menntaskólaárunum, hann Klíkan að komast til áhrif? Já, voru komin áhrif. Tómas verður formaður skipulagsnefndar, Þröstur verður formaður menningarmálanefndar. Þeir taka svo marga túra í Kjarnaskógi. Og vegna þess að báðir, þarna eru Alþýðubandalagið og Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta í bæjarstjórn Akureyrar. Og það var það voru allir á móti gilinu, líka í þeirra eigin flokkum. Þannig þeir urðu að sinna, tala til fólk endalaust, ég fá þetta í gegn. Lýstu þess að á móti gili? Já, það er að segja að móti því að sko gilið var kaupfélagsgilið, að Grófargilið og Akureyri, það var búið að yfirgefa það. Þetta stóðu bara tóm hús þarna. Smjörlíkið farið. Já, og fulla drullu og ekkert viðhald á þessu og bara ömurlegt. Og vita mála eitthvað að gera. Margir og flesti vildu bara rífa þetta. Skilur þú, sko, bara rífa þetta komplett. Og það að fara að púka undir listamenn, það var það síðasta sem Akureyringar gera, skilur þú, þegar þetta komið svona. Eða þegar þingeyingar í bæjarstjórn Akureyringar komast að, skilur þú, það gera þeir ekki. Akureyringar hefðu náttúrulega aldrei gert þetta. Nei, sko, raunverulegir Akureyringar verið í bæjarstjórn, ekki spurning. En, sko, bæði Tómas og Þröstur eru hjarta á réttum stað. Skilur, og þetta eru genúín Akureyringar bestu sort, sko. Og Þröstur þó hann kom inn bænum þá var engu að síða, þetta er einhver mesti menningarmaður til Akureyrar í samtímanum mínu mati, skilur. Hann ásamt Tómasi og svo seinna Birni Jósef Arnviðarsyni, sko, sem tekur við þó að Tómas verður þingmaður og ráðherra og svona, þá tekur Björn Jósef við og Björn var líka með þetta, skildi þetta, sko. Og nema að það sama gerist og gerist svo oft að auðvitað verða allir ánægðir þegar þetta er búið. Það var allt annað að sjá þetta og allt annað yfirlit og sama að gerast með Hof núna, sko. Það hefði verið gerð skoðanakönnun á Akureyringum, þá hefði sko minnst að kosti 80% Akureyringa gjörsamlega gegn Hofi. Allir hafði þetta snúist við, skilur þú. Allir elska þetta, þetta er einhver vinsælasti staður bæjarins núna, sko. Allir í Hof. Þetta er nú svona eðli svona mála. Nú, en hvað það, sko? Þú tekur sem sagt, þú ert mjög virkur í að koma til félagið. Já, allt saman á kafi þessu, sko. Ásamt því sem er svolítið skemmtilegt á þessum tíma líka, að það er að þó ég tek ekki beina þátt í, þá er ég mjög tengdur Gísla Gunnlaugssyni og Páli Sólnes að stofna sjónvarpsstöðina Action á Akureyri. Niðri í Hótel Akureyri. Og það var ævintýralega skemmtilegt þessi tími þegar verið að búa til gilið, þegar verið að búa til sjónvarpsstöðina Action. Þetta svona early 90s var yndislegu tími, sko. Og margt skemmtilegt sem gerðist þarna, sko, þangað til maður, sko, lendir aftur upp á kant. Já. Bara automatist upp á kant, maður tekur þátt í að stofna grafíska hönnun við Myndlisskólann Akureyri, sko. Og það var rosa skemmtilegt og gekk rosa vel, sko. Svo einhvern veginn, sko, þrengir að manni þetta andrúmsloft og maður lendir upp á kant við liðið og ég vissi það allan tíman að ég geti fengið vinnu í Reykjavík við að taka... Svona klíkustríð þarna á Akureyri? Já, nei, þetta er bara partur af þessum smábæjarmóral sem er óumflýtt. Það varðaði bara stjórnin og listasafnin á Akureyri og var bara fullkomin della frá upphæði til enda, sko. En þú allavega fer suður og nú ert þú titlaður Guðmundur Oddur Goddur prófessor í Listaháskólanum. Já.
Og þannig að þú gerist sem sagt kennari og yfirmaður grafískrar hönnunardeildar í LHÍ. Já, sko, málið handlar sko, maður veit aldrei neitt sko hvað verður úr manni að... Nei, hún gerist ekki. Já, nei, sko, þetta er eins og bara sér tilvitnun í John Lennon sko, life is what happens to you while you are busy making all the plans. Og það stóð sko ekki til í mínum bókum þegar ég er að læra grafíska hönnun út í Kanada og ætla sér að fara að kenna það, skilurðu. En sko, málið er það að maður tilheyrir fyrstu kynslóð fólk sem lærir grafíska hönnun inn í Macintosh umhverfi sko. Já, þetta er sko tölvan kemur inn þegar ég er í mínum skóla 88, förum að læra á Macintosh, förum að læra á Illustrator, förum að læra á Quark Express og svona og þá er það kannski 1-2 árum undan Íslandi, skilurðu, og miklu fyrr heldur en í Reykjavík og það svo segir stundum að norðan, já, vegna þess að sko það er svo gott við Akureyri, það sem var talin spilling í Reykjavík, viðgengst á Akureyri sem eðlilegur hlutur og það er það til dæmis að vinna þverpólitískt. Skilurðu, þingmenn kjördæmisins sem á þessum tíma eru Steingrímur Jóð og Valgerður hjá Framsókn og Halldór Blöndal og Tómas Ingi hjá... Þingeyingar, mikið til. Já, en sko, já, það er svo sem alveg rétt sko, en samt, þá höfum við það að taka á þeim að þeir þurfa okkar atkvæðum að halda og þá sko var svo auðvelt að standa því að Akureyri að fá fjármagn til þess að tölvuvæða Myndlistaskólann Akureyri. Og það er það sem raunverulega gerist þarna, að þetta er algjör samstaða. Það er að segja að þetta er svona eins og sko að við vinnum þverpólitískt eða varðar Akureyri. Sem sagt, ég ætla að tala aðeins bara að loka þessu á sem sagt prófessornum. Ég segi nú bara eins og fræg orði sem útvarpsmaður viðhafði þegar hann spurði viðmælandi sinn, sáttur? Já, þú veist að sko sjáðu til sko, í fyrsta lagi sko þá er það að vera sáttur bara sko frá degi til dags raunverulega sko og þú getur litið yfir sko farin veg og ég veit að hefði ég ekki lent í mótlæti við Menntaskólanum á Akureyri þá hefði ég aldrei farið þessa braut, skilurðu, og hefði ég ekki lent í skátunum á Akureyri þá hefði ég aldrei farið þessa braut heldur og þú veist ekki sko eins og menn segja svona að þú ert ábyrgur fyrir helmingi lífsþíns en ekki hinum helmingnum. Skilurðu, þú þarft að ákveða að stíga upp í flugvél eða þú ræður þig ekki hvort þú ferst á leiðinni eða ekki. Nei.